að gera það allan tíman. Velkomin í Spektrum, ég heiti Stefán Ingvar og í Spektrum fáum við gesti af hinu pólitíska sviði og förum yfir þeirra hægri sinnuðustu, vinstri sinnuðustu, frjálslyndustu og íhaldssömustu skoðanir. Og með mér í dag er Silja Sóley Birgisdóttir. Já, takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að muna eftir nafninu mínu. Ekkert að þakka. Þess er ekki beint að þér, ég man, þú veist, þú ert búin að, eins og þú sagðir það sjálf, þú ert búin að stutt í þessu, þú mátt ekki vera reið út í mig. Nei, nei, og ég er það ekki. Gott. Ég mátti alveg búast við þessu. Ég er líka búin að gleyma nokkrum öðrum nöfnum, eins og Jóhanni sem á, Jónas sem á menna í Kópavogi. Einmitt, varstu að ruglast bara þarna? Þarna bara, þannig að þú veist, sér það, þetta er ekki bara kallremba. Nei. Heyrðu, þú ert oddviti sósíalista. Já, ég er það. Hver er hægri sinnaðasta skoðunin? Herðu, ég pældi mjög mikið í þessu Mhm. og ég var eiginlega bara komin með svona lista af það sem ég tali verið að hægri sinna skoðanir og var bara, nei, 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 nei. Náttúrulega mjög vinstri sinnuð, en Já. ég held að ég verð að segja skilvirkur opinber rekstur. Þetta er svona orðatiltæki sem að hægri menn eru búin að Já, eigna sér pingu. já, já, Ég er ósammála hvernig hann verður skilvirkur, en Ok. þetta er eitthvað sem þau tala mjög mikið fyrir, einföldun kerfa og já. að gera allt eins skilvirkt og ábyrgður rekstur og Hvernig vilt þú, hvað þýðir þetta fyrir þér? Hvað viltu einfalda og hvað viltu auka skilvirkni? sko, náttúrulega skilvirkni er bara að það séu góð afköst og ég vil bara að afköstin séu svona félagslegur, bara svona félagsleg umbót Aha, og það sem náttúrulega hægri menn gera iðulega til þess að vera með skilvirkan og ábyrgan rekstur er að útvista. mhm, Þannig að þarna bara ársreikningurinn lítur vel út og þannig að það sé hægt að fá, þú veist, eingreiðslu sem er mikill gróði. En mér finnst vera bara miklu meiri ábyrgur rekstur að vera einmitt með öflugt kerfi inn í Mhm. kerfinu sjálfu. mhm, mhm. Cool. Af hverju? Af hverju? Ég meina við getum náttúrulega bara að hugsa þetta þannig að þú veist, við öll sem erum að vinna erum að leggja pening Já. inn í þennan samfélagssjóð bara með skattfénu okkar Já, og ef að reksturinn er, skilurðu, innbyrðis og er náttúrulega rekinn vel, mhm, skilvirknin er náttúrulega líka bara inn í hverjum rekstri, þá, þú veist, er endurnýting á fjármagninu, þetta sé svona smá svona hringrásar kerfi, en um leið og þú útvista liðnum, mhm, þá fer ákveðinn peningur, ákveðinn hluti af skattfénu okkar, fer bara í einkavasa, í þessar arðgreiðslur og ég held að það sé líka bara svona, þegar maður byrjar að pæla smá í þessu, já, það er alltaf dýrara að láta einhvern annan gera fyrir sig. Þú veist, við eldum sjálf og það er ódýrara, jafnvel þótt það sé kannski dýrara að kaupa fyrst potta og allt sem þarf í eldhúsið. mhm. Til lengri tíma er þetta miklu ódýrara heldur en að fara alltaf út að borða. Eða láta garðyrkjumann, þú veist, prúna Ert þú ekki með garðyrkjumann? Nei, ég er bara ekki með garð. Þú ætlar í borgarstjórn. Já. Ok, já, einmitt. Já, þú sagðir þá verður peningurinn í svona hringrás inn í kerfinu. Já. Geturðu aðeins svona elaborate? Elaborate. Já, En ég skildi þig ekki alveg bara. Þú skildir mig ekki. En það Þarna, er alltaf lagi, ég er vitlaus. ég skil þig. Eins og tölum við með svo félagsbústaði sem Já. er mjög oft talað um að sé í vondum rekstri en Já. skiluðu þó hagnaði núna. Ég bara þótt að það geti verið náttúrulega meira. Sá peningur fer í, þú veist, það er endur fjárfest inn í kerfið. Já. Sá peningur fer í að vera með fleiri félagslegar íbúðir. En eins og bara húsnæðismarkaðurinn, Mhm, þú veist, við seljum lóðir óslega dýrt þess að fá smá peninginn, síðan er byggt á þessum lóðum og selt með gífurlegri álagningu. Ég held að þessi þreföld álagning núna á fermetraverðið. Já, þá miðað við þú veist, frá því að, frá óbrotnu landi eða... Já, eða bara nýbyggingar, sko. Já, ok, já, Já, já. þannig að íbúðir, þannig að íbúðir séu seldar á þreföldu Já. kostnaðarverði. Ok, cool. Þreföldu kostnaðarverði. Já. Og maður getur líka alveg séð þetta er allavega sko helmingur af því að eins og þegar maður er að skoða ef hún vísa og skoða fasteignirnar, Mhm, þá er, þú veist, brunabótamatið er það mat á hvað það myndi kosta ef að húsið myndi brenna, hvað Já. kostar að byggja aftur upp. Og fasteignamatið og það sem húsin eru að seljast á er yfirleitt miklu meira mm, heldur en það. já. Ok, og þetta ég er að komast nær að skilja þig með þegar þú talar um félagsbústaðina og þú veist, það skilar afgangi og það er afgangur fjárfest áfram inn í félagsbústaðina. Mhm. En núna erum við við tvö, Já. ég og þú, við erum Já. svolítið að selja lóðir. Já, Við erum í lóðabraski. alltaf að gera það. Alltaf. Og
og það er náttúrulega bara eingreiðsla fyrir það. En sko, ég sá að þið sósíalistar, fyrirgefið, þið helvítis kommúnistanir, að þið þarna vilduð stofna byggingarfélag Reykjavíkur eða eitthvað Já. álíka, eitthvað keimlíkt því. En verður það samt ekki þá bara sama, þú veist, að í staðinn fyrir að lóðin fari út með einhverju tilhörandi vinnu og áhættu og allt það, þú veist, að selja lóðina, auðvitað er vinna við gatnagerð og gjöld og gatnagerð og frárensli og allt það, en þú veist, borgin selur bara sömu íbúð einu sinni samt, eins og hún selur bara sömu lóð einu sinni, en það ekki? Ef að byggingarfélag Reykjavíkur er stofnað já, ef að byggingarfélag Reykjavíkur er stofnað til þess að halda utan smíði og sölu húsa fyrir hönd borgarinnar, þá seljum við bara sömu íbúðina einu sinni, eða hvað? Það er nefnilega, það eru fjölbreyttir valmöguleikar sem koma með byggingarfélag Reykjavíkur og við viljum helst ekki áherslu á óhagnadrifna leigu, alveg eins og Bjarg er að gera. Já. Og þau eru með óhagnadrifið módel, þannig þau eru ekki með þetta hagnaðarsjónarmið og þau eru ekki einmitt greiða út arð og reyna að hámarka hversu mikið þau geta fengið fyrir íbúðirnar. Þau eru að bjóða núna 40% lægri leigu heldur en finnst bara á almennum leigumarkaði, en þau eru samt að skila miklum hagnaði sem þau eru að nota til þess að byggja meira og stækka kerfið. Við munum alltaf selja eitthvað á kostnaðarverði líka til þess að fá smá hömlur á húsnæðismarkaðinn, en heilt og litið erum við langmestu áhersluna á að vera með óhagnadrifna leigu og stækka það kerfi. Ok, cool. Já, einmitt, áhugavert. Það er það. Mig langar að spyrja þig, sko, og hafðu það í huga að ég er ekki hagfræðingur eða neitt, þannig að ég er ekki að reyna að vera eitthvað, þú ert að misskilja, eða skilurðu, ég er ekki að reyna að vera eins og Stefáni hinnar. Nei. En af hverju ertu kommunisti? Nei, joke. En ég er að spá í svona bara, þú veist, the economics of it. Þú segir að Bjarg, þetta er óhagnaðardrifið, en þau eru samt að skila afgangi sem er það bara fjárfest áfram inn í kerfið, þannig að þú veist, þau hljóta, þú veist, nú veit ég ekki hversu mikið eða langt þau eru komin, þú veist, sko, hver eru, ef að segja, þú veist, vikmörkin, eða skilurðu, hver er, þú veist, þarna, hvaða buffer heldur að þyrfti þá að leggja á til þess að byggingarfélag Reykjavíkur var eitthvað að koma út í tapi, eða er það allt í lagi að það koma út í tapi, eða þú veist, af því eins og ég til dæmis er þeirra skoðunar að strætómál koma út í tapi, persónulega. Já. Sem ég fyndi að skoða síðan líka. Af því það eru bara lúsarar sem nota strætó. Þú ert sammála mér. Nei, ég er það nefnilega ekki. Þú ert sammála mér, þú varst Ég að er það nefnilega þú ekki. sagðir að rétt áður en við fórum í loftið, þá sagðirðu, það eru bara lúsarar sem takast, það fyrsta sem þú sagði við mig. Er það fyrsta sem ég sagði? Já, þú sagðir hæ. Í baktalssessjónunum okkar. Já. Þú sendir mér það í skilaboðum. Ég með þetta skriflegt. Sko, málið með strætó samt það er einmitt alltaf að tala um að hann sé rekinn í bara þvílíku tapi. En ef maður skoðar, ég er líka ekki hagfræðingur, en maður skoðar þetta smá svona grunnt og kíkir á þetta, þá er náttúrulega, ég held að sé 20%, það er alveg ekki mikill hluti af tekjum sem strætó fær, sem er fengin í gegnum fargjöldin. Langmest af þessu er framlög sveitarfélaganna. Þannig ársreikningarnir eru pingu svona bjagaðir af því að framlögun er ekki nóg til að halda reksturinn gangandi. Þetta eru helst framlög frá Reykjavík, Kópavogi og hinum sveitarfélögunum sem eru tekjur þess fyrirtækis, sem er líka smá fyndið af því að sveitarfélögin eiga líka fyrirtæki. Svipað má segja með Malbyggunarstöðina sem er líka alltaf verið að benda á að sé rekin í tapi, en það fyrirtæki er líka að keppa við önnur fyrirtæki á markaði og borgin tekur alltaf við lægsta boðinu, þannig Malbyggunarstöðin er ofta ekki að fá verkefni sem að borgin þarf, þrátt fyrir að vera fyrirtæki sem borgin á. Fullt okkur svona skrýtnu. Já, borgin á Malbyggunarstöð. Hún á Malbyggunarstöð. Já, hvað fleira myndir þú vilja borgin ætti? Ég myndi vilja að hún ætti þátt í byggingarfélag Reykjavíkur til þess að stíga inn á húsnæðismarkaðinn. Ég myndi vilja bara allt sem er byggur svona grunnþjónusta. Ég vil að borgin eigi strætó. Ég meina það er eina leiðin þannig að... Bara einn? Það er ekki nóg. Nei, sveitarfélögin. Þetta eru miklu fleiri en einn strætó. Margar strætó. Já, hún sagði strætó. Sem kerfi. Fyrirgeðu, ég skal hætta. Strætó fyrirtæki. Já. Strætó fyrirtæki. Já, og borgin halda á, ok, fyrirgeðu, ég... Nei, allt í góðu. Við erum að grilla. Nei, fyrirgefðu mér.
að, sko, Já, núna eigum við strætó með öllum hinum, með já, Kópavogi og Hafnarfirði og já. öllum þeim. Þau eru smá lúsarar, er það ekki? Nei, nei, þau eru það ekki. Hinn En Reykjavík er sveitarfélögin. best. Já. Rétt. Uh, og viltu að Reykjavík eigi sinna, þú veist, hætti með þeim? Nei, Nei, þú varst ekki að segja það. náttúrulega ok. núna er sko 2/3 af rekstri strætó og 2/3 af strætóvögnunum eru ekki í eigu sveitarfélagana. Þeir eru í Já. eigu einkafyrirtækja núna. Og það er verið Já, að við erum að plana, útvista svona já, helling. og það er verið að plana já. útvista öllum rekstri strætó á næstu 3 árum. Við viljum snúa þessu við, af því Já. það er eina leiðin sem við getum, þú veist, raunverulega haft aðhald og haft þá stýringu sem við viljum og líka, þetta er eina leiðin sem við getum tryggt að það sé raunverulega hægt að vera með gjaldfrjálsan strætó eða miklu ódýrari strætó. Af því ef við gerum þetta núna, við erum samt að kaupa þennan aðkeypta akstur og ef þau, þú veist, það verð breytist ekki neitt. Einmitt. Sko, auglýsingar í strætó. Minnst uppáhaldsauglýsingin mín er þegar það kom svona skjár innan í strætóin með, og þú veist, Já, ég skil ég sammála. að hætta þessu. Ég er mjög hlynnti að minnka auglýsingar. Ég sá líka daginn í strætó, þá var, þannig það sem var heldur, Já. þá var auglýsing fyrir nikótínlausa púða, sem ég finnst eiginlega bara að vera skandall. Af því að jafnvel þótt að það var að auglýsa nikótínlausa púða, þá er alltaf verið að ýja að það verið að auglýsa púða. Já. Og við vitum líka bara að þeir sem eru mest að nota strætó eru, þú veist, lágtekjufólk fólk og síðan ungmenni. Já. Þannig mér fannst það var smá sjokkerandi að sjá að þau voru að auglýsa nikótínlausa púða í strætó. Já, getum við ekki bannað bara svolítið auglýsingar út þú veist, er ekki of mikið af auglýsingum í borginni, en ekki svolítið ljót út að það er svo mikið af auglýsingum? Ég er sammála og þetta er Já. náttúrulega bara stór þáttur í markaðsvæðingu. Ég fagna alltaf í janúar þegar öll strætóskilin eru ekki með auglýsingum og bara með listaverki. Já. Mér finnst það bara, þetta er svo mikið break frá bara þessum stanslausu auglýsingum. Já. Ok, og hver er vinstri sinnaðasta skoðunin þinn? Vinstri sinnaðasta skoðun mín er mjög nátengd því sem við vorum einmitt að Sko, tala vildi einmitt segja að þú gætir vel átt framtíðina fyrir þér í pólitík af því að Já. þú svaraðir bara alls ekki spurningun og fórst bara beint að tala að taka meiri Ég er náttúrulega ekki hægri sinnuð. Já. Þannig þetta var erfiðasta til þess að velja út úr, sko. En þú veist, vinstri sinnaðasta skoðun mín, þegar við horfum á, þú veist, pól hægri vinstri, er bara að, þú veist, ég vil að hið opinbera kerfi sé að sinna þjónustunni sem þau eru lögbundin á að sinna sjálf. Séu með eigin skóla, eigin leikskóla, eigin almenningssamgöngur. Þau eiga nú þegar Málbæklarstöð og sjá vegakerfið og viðhaldið á vegakerfinu. Já. Gera það bara sjálf. Þannig Já, bara mjög vinstri sinnuð skoðun. Já. Og tengist pingu hinn líka. Það mætti segja það að það sé jafnvel sama skoðunin en Eins og ég segi, ég er aðalega að taka bara lögbundið inn í seinna skiptið. Já. Ég held að sé líka bara, þú veist, orðræðan sem hægrið með, sem er svona í hug einmitt. Þau tala skilvirkur og opinber rekstur og ég bara, það er ekki skilvirkt að vera að selja allt saman. Já, einmitt. Ok, sko, nú er ég búinn að tala við fleira fólk og sum þeirra eru hægri menn, eins og hún kommentaði þegar hún kom inn. Já. Þá var svona, ég finn lykt af hægri mennum. Það er það sem þú sagðir, manstu ekki þegar þú sagðir það? Ég sagði það ekki. Búin að opna inn í eitthvað svona gerfi baktals eitthvað. Annað okkar er að ljúga. Já. Hvað ætlaði að segja? Já, og þau eru alltaf að segja, af hverju má ekki hafa fjölbreytt rekstrarform á leikskólum? Sko, með fjölbreyttu rekstrarformi á rekstri, þá það opnar líka bara pingu svona gjá inn í aukinn einkarekstur. Við sjáum þetta bara í öðrum kerfum þar sem er lögbundið hlutverk hins opinbera kerfis, er útvistað og er í auknum mæli einkarekstur, er að það býr alltaf til smá ójöfnu, sérstaklega í skólakerfinu. Þú veist, þau lönd sem eru með stærsta hlutfall af einkareknum skólum á móti opinberum eru líka með mesta ójöfnuðin. Það að opna fyrir þetta skapar að mínu mati bara, leið að vera með óréttlæti og það hefur komið upp allavega einu sinni, mögulega oftar, allavega ég man fyrir einu tilviki, þar sem að, þú veist, það var fjárútdráttur úr einkareknum leikskóla og svona bull. Já, og sá gaur er í framboði fyrir borgina okkar. Já, svo sannarlega. Og fórstu í Sósíalistaflokkinn þegar borgina okkar hafnaði? Nei, ég vil nefnilega alls ekki að það sé hægt að gera fjárútdrátt úr leikskólakerfinu. Ertu ekki að grínast? Eða bara þetta, þú veist, af því með einkarekstri kemur líka aukin hagnaðarkrafa sem hið opinbera kerfi þarf ekki að vera með. Og
við viljum skapa samfélag þar sem að fólk geti nýtt þessa þjónustu. Allir krakkar fara í leikskóla, Mhm, allir krakkar fara í skóla. Við getum öll keyrt á vegunum og nýtt og, farið okkar ferða mhm, og mér finnst bara það er á ábyrgð hins opinbera kerfis að gera það og mér finnst já, þetta standa við það. En þar af leiðandi er líka skilur eins og, og hjallastefnan, já, hvað finnst okkur hana? mér finnst það bara vera að gera rosalega gott starf og það þýðir líka ekki að það sé ekki hægt að bjóða fjölbreytt úrval. Þetta er Aha, náttúrulega einkarekstur núna en já, mér finnst ekkert vera samasemmerki á milli þess að vera með alla skóla og leikskóla inn í hinu opinbera kerfi og hafa fjölbreyttan rekstur. mhm, Af því það er líka bara fullt af stjórnendum sem eru með svona sína hugmyndafræði í leikskólakerfinu og já, þróunarvinna ok, er ógeðslega mikilvægt. já, Nýsköpun er já. mjög mikilvæg. Ég held að þetta sé punktur sem að sko margir hægri menn sem að getur snúið svolítið vopnum í höndum margra hægri manna að Já, þú veist þegar maður segir uh, að við viljum ekki fjölbreytt rekstrarform á leikskólum að þú ert ekki að segja þá að leikskólar þurfa að vera staðlaðir og annað þú veist að getur verið hinni ýmsu leikskólar þótt að borgin eigi þá alltaf. ég meina áherslurnar, inn í starfinu eru alltaf mismunandi. Það eru líka alltaf bara mismunandi milli, kennara og þeirra áhugasviða. Mhm, Ég var nú á einum leikskóla sem var leikskóli í Reykjavík, mhm, þar sem að skólastjórnin lagði mikið upp úr að finna styrkleika hvers og eins. já, Og þá var, ein manneskja sem var mikið í útivist og hún byrjaði að plana vettvangsferðir. Þú veist, einmitt, það er líka bara svona fjölbreytileiki í fólkinu og það mun alltaf sýna sér í starfinu líka. já. Það væri svolítið gaman að vinna einhvers staðar á leikskóla Mhm, til dæmis þar mhm. sem að leikskólastjórinn var alltaf að reyna að finna veikleika. Já, það væri æðislegt. Nei, það var mjög gaman að vinna á þessum leikskóla sem að var einmitt fundið svona styrkleika hvers og eins. Það var mjög Já, gefandi starf. já. Hvenær varstu að vinna á þessum leikskóla? Ég var að vinna á þessum leikskóla frá 2020 til Já, í COVID, þú 2021. sagðir mér það. Já. Þetta er eitthvað sem þú sagðir mér í alvöruna áður en við byrjuðum. Þetta sagði ég í alvörunni áðan. Já, Takk fyrir að viðurkenna hvað ég í alvörunni var að tala um. eins og allt hitt sem ég er búinn að segja. Nei! Ok, mjög áhugavert. Og hvað finnst þér um borgarlínu? Sko, svona almennt séð er ég náttúrulega hlynnt öllum betrumbætingum í samgöngukerfinu. Mhm, Borgarlínan er, náttúrulega bara fyrirbyggjandi aðgerð til þess að bæta almenningssamgöngur. mhm, Ég held að sé samt, lykilforsenda þannig að það sé raunverulega að fara að skila sér að við séum að efla almenningssamgöngukerfið sem við erum með núna já, með miklu meira mæli og líka ákveðin forsenda að vagnarnir sem munu keyra borgarlínuna séu í eigu borgarinnar. Það er fáránlegt að vera að eyða svona miklum pening í eitthvað sem einhver einkafyrirtæki eru síðan að fara að vera með og eiga bílana sem eru að fara að keyra og fara að græða á almenningi já, fyrir eitthvað sem almenningur skapaði. mhm. Það væri mjög skrítið. Það væri mjög skrítið. Já. Ég frétti líka að, og þegar ég segi frétti þá meina ég gerði engar rannsóknarvinnu, bara einhver sagði mér þetta og ég Nei, nei. er búinn að vera að endurtaka það síðan út um allan bæ. Já. Að alltaf að farið í fokk í Stokkhólmi með tunnelbannan eftir að það var einkavætt eitthvað til Frakklands eða eitthvað. Já, Einhverjir ok. Frakkar sem eiga tunnelbannan. Ok, vá, ég hef ekki gett mér þetta. Og minnum mig á, hvað finnst þér um franskt fólk? Finnst mér franskt fólk? Já, Ég hef ekkert eitthvað svona allt og sterkar skoðanir á frönsku fólki. það er alltaf leið. Já, ok. Gaman að fara til Frakklands. Hver er franskasta skoðunin þín? Franskasta Já, þú skoðunin ert mín? fyrsti gesturinn sem ég spyr að þessu. Vá, þegar maður fær ekki tilbúna spurningu. Ég veit ekki, þau eru náttúrulega með mjög öflugt listalíf og mér finnst Já. það ógeðslega mikilvægt að vera með öflugt listalíf. En veistu hverju frakkar eru lélegir í? Þetta Hverju lærði eru- ég fyrir ekki svo lengi og kom Nei. mér mjög mikið á óvart. Ok, hvað? Það er ömurlegt að vera kona í Frakklandi. Nú? Nei, það er ömurlegt að vera móðir í Frakklandi. Nú? Af því að þeir eru leikskólar, Mm, eru bara eitthvað loka, þú veist, ég man ekki hvernig kerfið er. Já, já. Vinkona mín bjó í Frakklandi ok, og er þannig barn. Og þú veist, það er lokað bara eitthvað á miðvikudögum. já, bara svona miðjum Já, degi. þetta var einhver svona kjarasamningsdæmi. Þannig að í Já. staðinn fyrir að hækka laun eða eitthvað þá bara eða, þú veist, það var annarkvort að það lokað á miðvikudögum eða leikskólinn lokar í viku á 5 vikna fresti eða eitthvað. Ég man ekki hvort það var, en það var eitthvað svona, það var alveg Skrítið. fáránlegt. Þannig að þú veist, það er mjög fáar konur eru í fullu starfi í Frakklandi. Já, ok. Það er mjög alvarlegt. Talandi um óskilvirkni. Já, það er mjög óskilvirkt. Það er mjög óskilvirkt. Næsta mál á dagskrá. Hvort þetta meiri frjálslyndis eða íhaldskona? Ég er miklu meira frjálslyndi, sko. Ok, hvað er íhaldssamasta skoðunin þín? Íhaldssamasta skoðunin mín er, þegar ég hugsa um íhald þá hugsa ég mjög mikið bara um svona traditionalisma og áherslu á svona grunngildi.
og mér finnst það sem íhaldi hefur pinku verið að tala mjög mikið fyrir sem ég mjög hlynnt bara, fókus á fjölskylduna og að styðja öflugt fjölskylduna. Ég augljóslega með smá svona vinstri take á því en Já. það er náttúrulega líka hægt að vera með báða arma, sko. Mhm. Eins og ég mjög hlynnt í að lengja fæðingarorlofið. Já. Núna er það 12 mánuðir á Íslandi. Núna er það 12 mánuðir. Hversu langt myndirðu vilja segja það? Sko, ég myndi vilja sjá það helst í 2 ár. Þessi fyrstu 2 ár ævi barna er langmikilvægast fyrir tengslamyndun og bara fyrir uppbyggingu taugakerfisins. Það er búið að tala ógeðslega mikið fyrir að brúa þetta bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla en alltaf bara í eina áttina. Og það er bara mikið álag að vera á leikskóla og fjarri foreldrum sínum á þessum tíma og það náttúrulega bara skila sér í aukinni streitu í kerfinu og þá byggist kerfisuppbygging upp í streitu. Mér finnst bara mikið álag að vera að taka upp podcast og náttúrulega foreldrum mínum. Nákvæmlega, við finnum öll fyrir þessu. Átt þú börn? Ef ég má spyrja, þú þarft ekki að svara þessari spurningu, mjög persónuleg. Ég á ekki nein börn. Ok, og heldur ekki ég. Nei. Og ég held að sé líka bara, ég er mjög barnvæn og mér langar mig mikið í börn og að vera með þarna góða fjölskyldu. En ég hef alltaf verið að bíða eftir því að vera í nægilega góðri stöðu til þess að gera þetta. Þegar fæðingarorlof er náttúrulega nátengt líka bara tekjum og ég hef alltaf bara verið einmitt mann á leikskóla að vinna í skóla núna. Og það er alveg svona, maður vill bíða þannig að maður sé í ágætri fjárhagslegri stöðu til þess að eignast börn, sem er líka svona fáránlegt. Og líka bara, einmitt, maður vill vera komin svona smá á stað í lífinu áður en maður hefur þessa vegferð af því að það er miklu erfiðara að komast inn á markaðinn eftir á, sem er náttúrulega líka sitt eigið vandamál. Og bitnar náttúrulega mest á konum, sko, en þetta ætti að vera á báða arma. Og ég vil líka með fæðingarorlofið, sjá mögulega einhverja svona tröppun, þannig þú ert ekki bara 100% og síðan bara 100% byrjar að vinna, þannig að það sé einhver svona bil, þannig fólk sé skilurðu að trappa sér niður. Ég held að það sé bæði betra fyrir foreldrarna. Foreldrarnir finna líka fyrir miklu svona aðskilnaðarkvíða við að vera þegar þau þurfa að skila börnin sín eftir svona fyrst á leikskóla og börnin sömuleiðis. Þannig ég held að það sé fullt af svona sem gerir bara hlutina miklu fjölskylduvænari sem væri hægt að skoða. Af því að náttúrulega bara börnin eru bara það mikilvægasta í samfélaginu og þau eru utan þig augljóslega. Þau eru framtíðin og það er mikil verðmætasköpun í því að bara hlúa vel að börnum og hlúa vel að fjölskyldum, sko, í öllum sínum fjölbreyttu formum. Og mér finnst þetta. Já, þér finnst þetta. Já. Mér finnst þetta líka. Er eitthvað fleiri staðar sem þér finnst, að í þinni íhaldssemi sem þú sér tækifæri til þess að hefja upp fjölskylduna, vernda fjölskylduna betur? Sko, ég veit ekki hvort það sé eitthvað mikið svona í mínu íhaldi varðandi þetta, en með fjölskylduna. Ég tók svona til máls, sko, bara, til þess, í samræmi við þessa skoðun þína, skilurðu? Mér finnst líka bara að, þjónusta til barna mætti vera miklu nærri þeim. Ég vil sjá stuðning inn í skólunum. Ég vil að, sálfræðingarnir séu að þjónusta börnin í skólum, atferlisfræðingarnir í skólunum. Það bæði myndi bara Já, er það ekki svo núna? Nei, oft ekki, sko. Þau koma eitthvað inn og það eru teymisfundir og álíka, en mjög oft er þjónustan veitt annars staðar. Og það er ekki algengt að það sé sérfræðingar sem starfa í skólanum, þau starfa yfirleitt fyrir skóla- og frístundasvið. Einmitt, já. Já, og ég myndi vilja sjá þetta bara í auknum mæli. Það gerir líka bara starf sérfræðinganna miklu árangursríkara að vinna með barninu í nærumhverfinu. Og það myndi líka létta foreldrum og þurfa ekki að vera skutlast fram og tilbaka. Já. Og líka bara tengja, betur frístundastarf við skólan, þannig að það sé svona náttúrulegt framhald af skólastarfi að fara í frístund. Ég held að mjög mikill tími, fjölskyldan sé eyddur í bara að ferðast, sem að er óþarfi. Já, einmitt. Ég var að vinna á frístund fyrir nokkrum árum og einhvern tímann var ég að hlusta á einhverja foreldra tala saman, ég laumaðist í bílinn þeirra og hleraði á leiðinni heim. Já, mikilvægt. Og þau voru, sko, ég heyrði, pabbinn var í símanum við makann sinn og hann var að tala hann var eitthvað svona, ég er að fara að keyra, ég var í Vesturbænum. Ég er að fara núna með hann upp í ÍR í frjálsíþróttir. Þetta er geðveiki. Þetta ekki vera ólöglegt að börn sæki frístund utan síns póstnúmers. Nei. Ég hugsaði þetta, ég er að djóka, en mér er smá alvara líka, ekki ólöglegt, en er ekki eitthvað að foreldrum sem er að keyra barnið sitt úr Vesturbænum yfir Breiðholt klukkan 5?
til þess að geti farið í frjálsar íþróttir. Ég held þannig getur Það er það tengt sem mér finnst. Já, það er það sem þér finnst. Mér finnst líka bara að það ætti að vera miklu betra kerfi með bara almenningssamgöngur. Ég allavega, þú veist, þegar ég var barn og þá hafði ég samkvæmisdans og ég bjó í 108 og ég æfði í þannig Valsheimilinu. Ég tók bara strætó alveg frá því ég var 8 ára held ég. Já. Ég var bara miklu duglegri að taka strætó og síðan er líka, þú veist, allavega í þessu stóru íþróttafélög að það sé, skilur bara bein leið frá skólanum. En það er náttúrulega líka, þú veist, ef börn vilja fara í, þú veist, óhefðbundið frístundastarf, þú veist, ekki það sem er í hverju einasta hverfi, þú veist, það er náttúrulega fótbolti í hverju einasta hverfi, oft handbolti líka. Ef fólk vill bara æfa, þú veist, keilu eða silfusmíði eða eitthvað svona sem er ekki í hverju einasta hverfi, þú veist, þetta er alltaf að vera möguleiki líka þar. Já. Wow, ég gerði feit. Ég gerði svona feit á milli, séu. Cool! Ég gerði það óvart. Aron ætti að vera Smá hérna. svona sápuóperustemming. Já. Ég er að spája að hringja hans í Aron. Já, endilega. Ég ætla að fá mér vatnssopa á meðan. Já. Hann er að leikstýra núnandi. Já, hvað er hann að gera? Hæ, Aron. Já. Ég sit hérna með Silju Sóley, oddvita Sósíalistaflokksins. Já. Er eitthvað sem þú vilt spyrja hana? Hvenær verður frítt í strætó? Þegar að... Já. Var spurningin lengri? Nei. Strætó verður gjaldfrjáls þegar að rekstur strætó er aftur komin í hendur sveitarfélaganna. Geðveikt. Já, það er einu sem ég þarf að vita. Ég þakka fyrir áheyrnina. Ok, Aron, hvað ertu að gera? Silja var að spyrja mig. Ég er að koma á stað byltingum bara í sviðslistaheiminum. Einmitt. Geggjað. Þú ert að setja upp sýningu sem heitir I, Joan. Já. Ég Jóhanna. Já. Já. Með majority trans hinsegin leikhóp Geggjað. að umbylta samfélaginu, sko. Æði, það þarf eitthvað að gera. Já, verður einhver að gera, ég skal gera það. Takk fyrir að taka þetta þér, Aron. Ertu til í að segja einu svona tvisvar sitt sammála mér? Ég er sammála þér. Ég er mjög sammála þér. Ertu til í að segja núna, jú, þú sagðir þetta víst áður en við byrjuðum að taka upp. Ok, þú sagðir þetta víst áður en við byrjuðum að taka upp. Sko. Það var svo verið að leggja mig í einelti í þetta. Ok, love you, Aron. Bye. Ok, og hver er þá frjálslyndasta skoðunin? Þar er ég með ótal margar skoðanir. Robert. Og ég held líka bara að við búum í mjög frjálslyndu samfélagi. Við erum mjög heppin með það. Við erum mjög heppin með það. Þannig bara mjög mikið af mínum skoðunum eru bara raunveruleiki. Það er náttúrulega við erum með fremstu þjóðum í kynjajafnrétti og réttindi hinsegin fólks og kosningaldurinn er 18 ára, ég væri alveg til í að sjá 16 ára. En eitt sem að ég svona tengi einmitt við andstæðu við íhaldið, að ég tengi einmitt íhaldið líka við svona harka af sér, bara þú veist þinn eigin gæfusmiður og bara harkað af þér og svona, er þú veist að vera miklu duglegri í þessari mannúðlegri nálgun bara að fólki sem að stendur höllum fæti. Ég vil sjá að við séum með miklu svona ríkara og fjölbreyttara úrval af stuðningi. Þú veist, þá er það nú sem svo skaðaminnkun fyrir fólk sem er með fíknivanda, aukin áhersla á endurhæfingu og já, endurhæfing í fangelsiskerfinu og líka bara endurhæfing fyrir fólk sem að þú veist, er í kulnun eða er að stríða við eitthvað geðrænan vanda eða eitthvað þannig. Já. Að vera með miklu öflugra, ég held að sé eina leiðin til þess að tækla þú veist, þessi félagsleg vandamál er bara með einmitt að veita fólki frelsi að finna það sem virkar fyrir þau í þeirra leið að bata. Mjög þung frjálslynd skoðun, en mér finnst þetta að vera svona, þetta er svona nýbyrjað að tala pingu þetta auknu vægi og íhaldið er pingu svona að einmitt til að draga þetta í efa sem að ég til að vera skaðlegt. Og hún snýr mest að þá fólki einmitt sem að, þú veist, að fíklum og fólki með fíknivanda og meðal veiku annars, fólki. en líka bara fólk sem er með náttúrulega bara fjölbreytta þarfir, skilurðu. Ég held að svona fyrirbyggjandi og já, fjölbreytt úrræði sé alltaf lykillinn að lausnum. Ég held að svona vandamál er aldrei að fara að vera leyst á innrammaðan, þetta bara virkar. Ok. Mjög þung, sko. Já. Ég pældi líka mjög mikið í þessu, en ég er alveg með fullt af
léttari frjálslyndum skoðunum en þær eru bara flestar nú þegar til staðar. Já. Sko, ertu með eitthvað, þú veist, ertu með eitthvað svona eitthvað konkrétt dæmi útfærslu, eða þú veist, sem þú myndir vilja, hvernig þú myndir vilja sjá eitthvað útfært þegar þú talar þetta? Ég myndi vilja sjá miklu meiri áherslu á endurhæfingu til dæmis í fangelsiskerfinu. Ég held við ættum líka að styðja við bara frábær framtök í skaðaminnkun, styðja miklu betur við eins og mannréttindasamtökin og hlúa líka bara miklu betra að fólki, ekki bara með, þú veist, fjárhagslegum stuðningi, heldur líka bara með fullt af úrræðum til að fá fólk inn í samfélagið. Bæði fólk sem stendur utan þess og þar einmitt, þú veist, fólk með fíknivanda og fólk sem skilurðu að díla við geðrænavanda, en líka bara fólk sem bara í kulnun og bara, þú veist, búið á því og þarf smá aðhlynningu og líka þarna hælisleitendur. Þau eru mjög bundin við að fara bara beint í bótakerfi í staðinn fyrir að geta unnið strax og fá taka þátt og fá íslenskukennslu og lengi mætti telja. Matthildarsamtökin, þetta er samtök skaðaminnkun. Já. Borgin í einhverju samstarfi eða einhverjum stuðningi við Matthildarsamtökin eins og Ég held séu í einhverjum stuðningi við þetta, en þau voru náttúrulega með herferð fyrir bara frekar stuttu af því að þau eru einmitt í smá fjárhagslegum erfiðleikum við að halda samtökunum gangandi og að efla þau meira. Ég held við mættum að gera miklu meira af því. Og hvernig myndirðu vilja hvaða svigrúm myndirðu vilja veita fólki á flótta? Þú veist, af því að þau eru háð því að fara beint á bætur, eða þú veist, beint á bætur, fá eitthvað bónuskort og þangað til þeim veitt síðan hæli að sjálfsögðu. En það ekki svo að það einhverju bara svona, þú veist, það ekki bara eitthvað svona, þú veist, samningur Sameinuðu þjóðanna flóttamenn að, þú veist, að það ekki ætlast til þess að þeir vinni strax og annað. Veistu það? Sko, ég þekki ekki nógu mikið til með þetta, en ég hef heyrt frá vinum mínum sem var að vinna á kaffistofu Samhjálpar. Já. Að þar var bara fullt af hælisleitendum sem voru að vinna þar bara í sjálfboðun 8 tíma á dag. Þú veist, mjög margir vilja bara strax byrja að taka þátt í samfélaginu. Flest fólk vill vinna þessu. Flest fólk vill vinna, skilurðu. En auðvitað náttúrulega ef fólk með, skilurðu, bara kemur frá bara mjög stríðshrjáðu svæði eða að díla við áföll, þá þarf kannski aðeins mýkri byrjun, en mér finnst við ættum ekki leyfa þeim að hafa það sem valkost, talandi einmitt þennan fjölbreytileika, að veita fólki, og það líka hægt að gera bara, það er ekki borgin, en bara með þessar tímabundnum kennitölum, bara þannig fólk geti byrjað að taka þátt strax. Ég held að það sé að fara að skila sér margfalt tilbaka, af því að líka bara, maður getur svona rétt svo ímyndað sér, búin að vera í landi kannski í 1-2 ár og það er búið að taka ógeðslega langan tíma að fá leyfi og fá kennitölu. Munurinn á milli þess að vera staddur pingu svona utangarðs og koma síðan inn, þá er maður pingu svona, ég veit ekki. Ég get bara rétt ímyndað mér að það er erfitt að þá stíga fyrstu skrefin þín með við að byrja bara strax á þeim hraða sem fólk getur, síðan ferða leyfi og þá er það pingu búið að mynda sín tengsl. Þetta nú bara mjög falleg og góð skoðun og það mjög erfitt fyrir maður að snúa hann upp í einhver leiðum til þig. Já. Mér finnst þetta bara, það mannúðlega til þess að gera. Já, sammála. Vilt þú spyrja mig eða einhverju? Að þig eða einhverju? Já. Þú þarft þess ekki. Erum við það mikinn tíma eftir að núna fer ég að spyrja þig? Nei, bara gaman að spjalla við þig og þú veist, við erum alveg, þetta er alveg orðin og langt. Þarna, ég veit ekki, það hefur enginn spurt þig með þínar skoðanir. Nei. Ég veit að þú ert vinstri maður, ef það ekki rétt, þannig ég er mjög forvitin að vita, hvort myndirðu segja þú sért meira frjálslyndi eða meira íhald? Miklu meira frjálslyndi. Ok, þannig hver er þín íhaldssamasta skoðun? Sko, af því áðan að tala, sko, ég ætla að piggybacka á skoðuninu þínu með að harka af sér. Já, geggjað. Með hverju árinu sem líður, þá er ég meira á því að fólk þarf að hætta að væla og harka af sér. Kannski kemur þetta með aldrinum, maður verður alltaf, það er ekki alltaf sagt að maður verður íhaldsamur þegar maður er eldri. Já, þú veist, ég er ekki að tala um fólk sem er að glíma með einhver áföll eða eitthvað, skilur, bara eitthvað svona, come on, þú veist. Já. Og það er ekki allt, þú veist, þetta snýst mjög mikið TikTok eiginlega og samfélagsmiðla og svona einhverja svona algoritmíska sjálfshjálp. Það er ekki allt áfall. Veistu hvað ég meina? Já. Mér finnst það búið að gengisfella þetta hugtak svo mikið. Sem mjög leiðilegt, þetta er mjög mikilvægt hugtak. Þetta er mjög mikilvægt hugtak og það eru allir einhvern veginn þú veist, það eru allir einhvern veginn hjá sálfræðingi og það eru allir einhvern veginn, og þú veist,
ok, vinur minn Já, sagði já. einhvern tímann, maður á að fara til sálfræðings eins og maður fer til tannlæknis. Já, já. Reglulega bara að tjekka. Já. Það er allir í einhverju partavinnu og þú veist, bara þú veist, þú ólst bara hérna upp í efri mittelstétt og vinnur í banka, skilur, hvað... Sko, Akkur er að tala um barnið þitt, þú vinnur í banka, ég fór í Listaháskólann, ég á að tala um barnið í mér. Þú ert ekki að vera að tala um barnið í þér, þú ert að vinna, þú ert að gera Excel. Barnið þér væri búið að skjóta sig að það var að gera. Ég held að það sé líka bara, að ég pælt líka mikið í þessu, sko. Og Já. náttúrulega líka bara, ég vil skjóta þið framskilur, því fólk heldur einmitt að svona, vindur sinna frjálslynt fólk sé einmitt bara svona, vill bara gefa öllum allt upp í hendurnar, skilurðu. Og tengir þetta smá bara svona við meðvirkni, sem það þarf ekki að vera, en þú þarft að gefa fólki tól til þess að byggja upp almennilegt líf. Það þarf ekki að vera meðvirkni, eins og, þú veist, fólk kvartar mjög mikið undan í að, þú veist, fólk sé ekki að læra íslensku, en við svissum líka bara alltaf beint í ensku. Jafnvel þótt fólk er að reyna að tala við mann íslensku, fullt af svona hlutum. Og líka þarna, guð, hvað var ég að tala um? Ég tala um meðvirkni, og ég var líka að tala um einmitt með að fólk einmitt veit ekki alveg svona hvernig það á að stíga í fæturnar, en það er líka bara, þú veist, áður fyrr þá fékk fólk miklu meiri þjálfun í að byggja upp hæfni, en núna erum við mjög mikið bara svona, ekki endilega svona fyndi út úr því sjálfur, heldur bara, hérna er allt efni til þess að fræða þig um þetta og síðan áttu bara að kunna að gera þetta. Já. Skilur, mjög mikið þannig, skilur. Eins og, þú veist, að vinna á leikskóla, þá var mjög mikið bara svona fyndi út úr því, en þá væri náttúrulega geggjað að vera með bara svona smá þjálfun fyrirfram, bara, þú veist, hvernig maður nálgast börn og svona. Ætti náttúrulega absolutt að vera. Og með þessi hræðilegu mál sem maður sé svolítið í fréttunum på síðkastið, þú veist, ég bara velti fyrir mér ef að allir starfsmenn fengju viðeigandi þjálfun sem að gerist ekki oft á leikskólum, bara af því að það er of undirmannað og það mætir nýr starfsmaður á leikskólann og það er bara allt annan brjálaða krakka að skipta á þessari bleiu eða eitthvað. Nákvæmlega. Og líka bara, þú veist, ég vinn sem stuðningsfulltrúi og ég er mjög heppin, þú veist, ég er með sálfræðimenntun að baki og þarna svona þekki aðeins til og þannig, þú veist, ég ætla að þeim mjög vel í vinnunni ef ég get sagt sjálf, en þú veist, mjög margir stuðningsfulltrúar koma inn í skólana og eru ekki með menntun, koma stundum bara beint út úr menntaskóla og oft eru þau að sjá um svona erfiðustu börnin og maður sér einmitt oft og hefur heyrt, skilur, að þú veist, barn er að fara í eitthvað svona reiðiskast og þá er það bara gripið, skilur, og svona haldið tilbaka bara einmitt, þannig að sé ekki að skaða önnur barn eða neitt þannig, en þú veist, ef að þannig barn býr til dæmis við heimilisofbeldi, þá er það bara hræðilegt. Þá er það bara hræðilegt, þú veist, við erum með stefnu um að vera með áfallameðanálgun og þú gerir ráð fyrir að börn gæti bara verið að díla við ýmislegt heima hjá sér, þannig að þú einmitt grípir ekki börn undir um hendurnar, eitthvað svona þannig, en það er ekkert eitthvað svona, það er alltaf sagt, en það er aldrei almennilega að vera sagt við mann og það hvað það þýðir. Og kennt líka fólki bara þá hvernig það á að bregðast við, hvernig á að gera, það vantar mjög mikið á okkur svona. Það er sko, þessar hinnar ýmsu vottanir sem að borgin sækir sér, regnbogavottun og annað eins sem að þú veist, mér finnst bara hið besta mál eða er sama þú veist hvað ég meina, það er bara eitthvað, flestin sem er bara hið besta mál og stundum er bara eitthvað, það þarf eitthvað en þetta er langur dagur og þetta eitthvað að gera. Það sem ég hef helst út á það að setja og sko að allir grunnskólar eru eitthvað svona mannréttinda grunnskólar UNICEF, en síðan er starfsmannaveltan það mikil að vel fæst eru held ég í alvörunni búin að sækja viðeigandi námskeið. Og líka bara, þú veist, eftirlit er eiginlega ekki neitt. Áður fyrir vorum við með ytramat á, þú veist, það er ennþá alveg ytramat, vorum með ytramat á skólakerfinu, þar sem það verði einmitt bara reglulega farið inn í skólan og fylgst með og kíkt á stjórnunarhætti og eitthvað svona þannig. Þetta kerfi er eiginlega bara búið að detta niður. Það er bara eiginlega ekki verið að neitt almennilegt eftirlit og ég get fundið tölurnar eitthvað sem er hérna og sýnt þér þetta bara, af því ég man þetta ekki alveg núna. Einu af okkur fjölmörgu off-camera samtölum sem þú segir mjög skrýtna hluti. Nákvæmlega. En þú veist, við erum í raun og veru bara, kanna bara örfá skóla. Það var, þú veist, leikskólarnir, það var bara mörg ár sem að það var ekki kannað. Þú veist, það fylgdi okkur svona, þú veist, eftirlit líka bara mætti bæta til munar og ég held að margir finna fyrir því, sérstaklega fólk sem er vinstri sinna. Þú veist, við Íslandi erum ógeðslega svona framsækin í pólisíum, bara svona hvernig við orðræðinu okkar og í, þú veist, lögum og stefnumótun og svona þannig, en ekki nógu mikið í eftirfylgni. Eins og Íslenska ríkið ber ábyrgð á að tryggja aðgang að íslenskukennslu. En þau eru ekkert að gera það. Þú veist, það fylgdi okkur svona.
Ég er að kenna íslensku sem annað mál Já, æði. og það sem Í Thinking Thinking Factory, Factory, já. já, Ótrúlega frá, gott starf sem það er gert. frábær stofnun Já. eða fyrirtæki Mhm. og ég held, og ég get svo svarað að einhver sem er miklu gáðar en ég og vinnur hann, einhvern sem hann sagt, að þyrfti sko landsátak í að þjálfa Íslendinga í að tala íslensku við útlendinga. Já. Af því að við erum öll einhvern veginn alltaf svona og tölum geðað Já. hratt og horfum ekki framan í fólk og Já. þannig að auðvitað skilja þau okkur ekki, þú veist, Já. þau sem tala íslensku Já. að einhverju leyti og oftar en ekki er maður í Já. einhverjum aðstæðum þar sem að, þú veist, það eru context clues, Já. þú veist, ef maður er að panta einhverja þjónustu, ef maður talar bara hægt og skýrt Já. og sýnir þeim munnin á sér og Algjörlega. Og það þetta má var mjög líka... herralega þegar ég sagði sýnir þeim munnin á sér. Sjáðu! En þetta má líka náttúrulega yfirfæra líka bara í skólakerfið. Þú veist, við erum Mm. alveg að bregðast í ísatkennslunni Já. og þú veist, það var gerð skýrsla þar sem einmitt týndi bara, þú veist, börnin eru að fara allt of snemma og hafa ekki grunnþekkingu og síðan er ísatkennslan sem er í heimaskólanum líka margt sem að mætti vera skilvirkara og aðeins meira umgjörð í kringum. Á framhaldsskólastigi, Já. og nú ætla ég ekki að fullera en ég held líka á grunnskólastigi, Já. ég veit að það er á framhaldsskólastigi, þá er ekkert miðlagt gefið út af kennslugögnum fyrir ísat. Það er mjög takmarkað efni. Já, Það er bara eitthvað eiginlega til skammar, sko. Já, það er eitthvað þróunarverkefni í gangi upp í FB Já. og that's it, eftir Já. því sem ég best veit. Já. Og það er líka, talandi einmitt íslensku, bæði náttúrulega ísatkennsla sem að er einmitt mjög lítið efniviður, en líka íslenska. Ég starfa núna sem stuðningsfulltrúi í 9. og 10. bekk og það sem að ég er látin gera frekar reglulega er að ljósrita bara svona bunka úr gömlum bókum til þess að gera hefti af því þau eru ekki með nógu góð námsgögn fyrir íslensku. Þannig að þau eru að nota bara svona ýmsa hluti sem þau eiga hér og þar og ég finnst að þetta sé bara mjög algengt í skólakerfinu sem er bara, þú veist, já, við tölum alltaf að íslenskan er að hrarna. Síðan erum við ekki að gera nógu mikið til þess að bæta úr því, bæði í námsgögnum og líka bara í útgefnu efni. Við erum að þýða miklu minna en við gerðum og aðgengi að íslensku efni er líka bara orðið miklu takmarkaðara. Þannig að það eru svo margir þættir sem við gætum staðið okkur svo miklu betur. Látum það vera lokaorð, nema að sjálfsögðu þú viljir hallmæla einhverjum. Ég veit ekki hvort ég geti það. Ok. Ég held að það muni bíta mér rassi seinna. Kannski þegar ég er komin í borgarstjórn og er stabíl í 4 ár, þá býður mér aftur og þá byrja ég að hallmæla. Frábært. Silja Sóley, takk hérlega fyrir komuna. Já, takk hérlega fyrir að fá mig.